Þá það annar dagskrárliður, þriðji dagskrárliður, ungmennaráð samþykkt. Silja Dögg Baldursdóttir, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ungmennaráð Akureyrar var stofnað árið 2010 á grundvelli æskulýðslaga. Í 11. grein lagana segir: sveitarstjórnir hlutast til að stofna sér ungmennaráð. Hlutverk ungmennaráð meðal annars að vera sveitarstjórnum til ráðgjafar málefni ungs fólks í viðkomandi sveitarfélagi. Tilgangur ungmennaráðs Akureyrar annars vegar að veita ungmennum fræðslu og þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og hins vegar að skapa vettvang og leiðir til þess að gera ungmennum kleift að koma hugmyndum og skoðum sínum á framfæri við kjörna fulltrúa, meðal annars. Samfélagssvið og frístundaráð hafa fræðsluskyldu gagnvart fulltrúum í ungmennaráði og skipuleggja frístundaráð fræðsludag fyrir ungmennaráð að hausti. Hlutverk ungmennaráðs að vera vettvangur ungmenna til að hafa áhrif á næsta umhverfi sitt. Sem dæmi starfsemi ungmennaráðs má nefna: ungmennaráð skal eins og kostur hafa frumkvæðað umfjöllun mála. Ungmennaráð getur komið með ábendingar öll málefni sveitarfélagsins. Ungmennaráð beitir sér fyrir bættri þjónustu við börn og ungt fólk. Nefndir og ráð bæjarins skulu senda ungmennaráð til umsagnar öll málefni sem snerta ungt fólk sérstaklega. Hafa skal í huga að í 12. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem jafnframt ein af grundvallarreglum sáttmálans, stendur að börn eiga rétt á að láta ljós skoðanir sínar í öllum málum varðar þau og tekið sé réttmætt tillit til skoðana þeirra í samráði við aldur þeirra og þroska. Þessu þarf að fylgja enn betur eftir og mættu við standa okkur enn betur í því. Fulltrúar ungmennaráðs verða að eiga lögheimili á Akureyri og eru á aldrinum 14 til 20 ára á árinu. Í ungmennaráði skulu sitja 11 nefndamenn, að minnstakosti 4 kjörnir nefndamenn af grunnskólastigi og 4 af framhaldsskólastigi. Það hefur hingað til verið erfitt að manna það, en í ár hefur það verið fullmannað og vel virt. Það skipað í þetta ráð eins og önnur varðandi hlutfall kynjanna. Ungmennaráð fundar að öllu jafna einu sinni í mánuði. Í mars ár hvert skal haldinn sérstakur bæjarstjórnarfundur unga fólksins og 2 sinnum á ári skulu haldnir sameiginlega fundir frístundaráðs og ungmennaráðs, einn að voru og annar að hausti. Haustfundur skal vera sérstaklega fræðslumiðaður. Sem minnir á að það marsmánuður núna, þannig að við þurfum að fara hitta ungmennaráð fljótlega. Þessi sameiginlegu fundur okkar og frístundaráðs eitthvað sem hefur ekki verið gert og mikilvægt að komast í hefð og að því verði fylgt eftir. Nánast sömu fundarsköp hjá ungmennaráði og öðrum ráðum bæjarins. Stærsti munurinn að þau kusu að hafa ekki einn sérstakan formann, heldur vilja þau deila ábyrgðinni saman. Frístundaráð úthlutar fjárhagsramma til ungmennaráðs í samræmi við samþykktan fjárhagsramma bæjarstjórnar fyrir hvert starfsár. Til að greiða fyrir starfsemi ungmennaráðs beinir Akureybær þeim tilmælum til stofnana bæjarins að þeir veiti ungmennaráði aðstöðu til fundarhalds án endurgjalds. Ég sótti fund hjá ungmennaráði þar sem meðal annars var rætt hvort að það ætti að borga fyrir fundarsetu, en niðurstaðan var sú að þau væru sátt við annars konar umbun, eins og til dæmis að sækja verkefni heima eða á ráðstefnur erlendis, fræðslu eða einhvers konar ungmennamót. Við munum einblína á það að styrkja þau til svoleiðis ferðalaga. Forvarnar- og frístundadeild samfélagssviðs tilnefnir starfsmann úr sínum röðum til að vera umsjónarmaður ungmennaráðs. En það hún Linda sem sér ungmennaráð eins og Stærstu breytingar á þessum samþykktum vissulega það að ungmennaráð muni eiga áheyrnarfulltrúa í frístundaráði og fræðsluráði. Það var ósk þeirra að fá að hafa rödd innan þessa ráða.
Með því að heimila þeim áheyrn þá erum við að taka skref í átt að innleiðingu barnasáttmálans. Þessu ber auðvitað að fagna. Annars langar mig að enda á að hrósa ungmennaráði. Ég búin að sitja með þeim nokkra fundi og það bara rosalega flottir einstaklingar sem í þessu ráði og maður sér að framtíðin björt þegar maður situr með þeim á fundi og ég sé nú alveg fyrir mér að þarna séu einhverjir bæjarfulltrúar framtíðarinnar en það á eftir að koma í ljós. En annars vonast ég bara eftir góðum umræðum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Silja Dögg hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara til að fagna þessari tillögu sem hér lögð fram og held að þetta sé löngu orðið tímabært að ungmennaráðið hafi áheyrnarfulltrúa og rödd í þessum ráðum sem fjallað málefni sem snerta þau sjálf og það bara ánægjulegt að það skuli vera svo samstæða þetta mál sem að fram hefur komið. Og þetta ekkert síður stórt skref í sjálfu sér fyrir okkur hvað varðar innleiðingu barnasáttmála sem við erum að vinna í núna og ég geri ráð fyrir að við fáum hér í hendurnar, þar að segja bæjarstjórn, sum okkar sem hér erum, einhverja tillögur það seinni hluta þess árs, hvernig það mun líta út, en það bara mjög spennandi og skemmtileg vinna sem það fer fram og ég vil líka taka fram eins og ég held ég hafi gert áður við héldum hér ungmennaþing í tengslum við innleiðingu barnasáttmálans í byrjun desember sem ég sat þar sem ég í þessum verkefnahópi eða stýrihópi og þar fannst mér alveg afburða umræður eiga sér stað og sýnir bara það hvað ungmennin okkar á Akureyri og reyndar annars staðar eru vel vakandi fyrir því sem að gerast í kringum þau fyllilega treystandi til að taka þátt í starfi eins og í frístundaráði og fræðsluráði. Þannig ég ætla nú bara að fagna þessu. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigríður Huld. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú bara koma hér upp til þess að fagna þessum áfanga og óska ungmennaráði til hamingju með það að vera komið sína fulltrúa inn í þessi 2 ráð og ég vona að þau skilaboð fari áfram frá þeim aðilum sem eru hérna í salnum til þeirra sem að sitja í ungmennaráði að við höfum væntingar til þeirra og þeirra setu inn í þessum 2 ráðum og bara hrósa ungu fólki fyrir það að hafa áhuga að taka þátt í samfélagslegur skyldu sinni að koma sínum skoðunum á framfæri og vinna að málefnum ungs fólks í sínu nær samfélagi. Og af því það nú því miður oft þannig að unglingar og ungt fólk er nú stundum oftar en ekki meira agnúast við þau það sem að miður fer og allt ungt fólk í gegnum aldirnar hefur óalandi og óferjandi en yfirleitt er þetta nú hið besta fólk sem að vinna ötulega að því sem að þeim málum sem að þeim snúa. Og ég vil líka bara brýna það að þetta unga fólk haldi vörð þá menntun sem þau hafa aðgang að og hafa áhrif á það sem að gerast meðal annars í gegnum fræðsluráð og eins líka auðvitað það sem tengist tómstundastarfi og íþróttum. Þannig að ég held að seinna meiri eftir að fjalla það að þetta var klárlega gott framfaraskref í stjórnsýslunni að taka þennan hóp inn í þessar nefndir sem áheyrnarfulltrúar og við væntum mikils af þeim. Og ekki síður þetta tækifæri til þess að efla ungt fólk í þáttöku í lýðræðisþjóðfélagi og
vil þá líka bara vekja athygli á því að það er verkefni í gangi sem að snýr einmitt að lýðræðisumræðu sem heitir Ég kýs, sem að eru svokallar skuggakosningar og það er kannski verkefni sem að ungmennaráð getur líka beitt sér fyrir að það sé öflugt fyrir þá einstaklingar sem að geta tekið þátt í þeim skuggakosningum. En bara til hamingju og takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huldu á loki málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara líkt á þeir sem hafa komið hér upp lýsa ánægju minni með það að við skulum vera að ganga frá þessum samþykktum. Við höfum svo sem fundað með ungmennaráði, við bæjarfulltrúar fórum á sínum tíma heimsóttum ungmennaráð þegar það var að vera að vinna þessar samþykktir. Það er nú orðið dán til langt síðan en síðan þetta aðeins velst hjá okkur í kerfinu en við erum þó að ganga frá þessu núna og ég vil bara lýsa ánægju minni með það sé að gerast. Ég líka ánægður með að við skulum, það var sátt það að við myndum byrja svona að taka þetta í skrefum og við erum þá að samþykkja því þessum samþykktum að unglingarnir fái áheyrnarfulltrúa í frístundaráði og fræðsluráði og bara kynnum mínum og samtölum við þetta fólk sem hefur tekið þátt í ungmennaráði, þá lýsi ég bara miklu ánægju með að þetta fólk skuli vera, eða þessi krakkar skuli vera tilbúin að taka þátt í þessu og ég vænti góðs af því, ég held að þetta sé líka því ég ræddi nú við fólk þetta og þetta, ég held að þetta hjálpi líka til þess að festa í sessi ungmennaráði. Það er svona kannski, ég trú að því að þetta auki áhuga ungs fólks að taka þátt í þessu og taka þá með beinum hætti þátt í samræðum samfélagsmálin hjá okkur. Þannig að þetta getur verið spennandi. Það er líka kannski bært að taka það fram hér af því að bæjarfulltrúi Silja kom inn á það að þau fundarseta hjá þeim í ungmennaráði væri ekki launuð en hins vegar samþykktu við í bæjaráði í liðinni viku að fundarseta sem áheyrnarfulltrúar í nefndum væri greidd eins og aðra lögbundna fulltrúa, þannig að það liggur fyrir að áheyrnarfulltrúar ungmennaráðs fá greitt fyrir nefndarsetum sem áheyrnarfulltrúar. En annað var ekki, bara fagna þessum reglum. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið málsinu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil endilega koma hérna upp líka til að fagna þessu og fagna því að þetta hafi þá náð í gegn eftir langa mæðu, kannski má segja. Ég vil líka óska okkur til hamingju vegna þess að ég held sér gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að fá þessar raddir inn. Á sama tíma langar mig til þess að hvetja ungmennaráðið og þau sem að þar sitja og munu sitja til að vera ekki á hóvær, til þess að láta rödd sína heyrast, líka þó að kannski megi segja sem svo að hugmyndirnar séu langsóttar. Vegna þess að það sem að hljómar mjög róttækt í dag getur verið orðið meginstraumsmál eftir bara ekki svo langan tíma. Og til dæmis þá getur maður nefnt sem dæmi að ungmennaráð hafi áheyrnarfulltrúa inn í nefndum. Fyrir ekkert allt og löngu þá held ég að þetta hafi þótt bara mjög róttæk hugmynd. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að muna það. Og einnig vil ég koma inn á og minna á að þið eru talsmenn ykkar kynslóðar og þið þurfum að hafa líka opin augu og eyru fyrir fjölbreyttum aðstæðum og þörfum og hagsmunum innan ykkar hóps. Það er bara svona smá brýning og hvatning til ykkar sem eru að koma inn og ég hlakka mjög mikið til að heyra frá okkur. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur lokið málsinu. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúa að ávarpa bæjarfulltrúa, ekki gesti í salnum. Þá er orðið laust. Þá göngum við til samþykktar framlagðar samþykktir fyrir bæjarfulltrúi Silja Dögg hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er vanið að frummælandi ljúki umræðum, þannig að ég ákvað að koma aftur upp þó ég hafi svo sem ekki við miklu að bæta, en ég ætla nú bara að taka undir það sem hefur komið fram af öðrum bæjarfulltrúum og taka undir þetta að sjálfsögðu skref í rétta átt og skref í átt að frekari íbúalýðræði
og fagna því að allir séu að fagna og óska okkur til hamingju með þennan sigur og bara hlakka til að fylgjast með. Bæjarfulltrúi Silja Dögg hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þess að enginn hefur kastað ljósgöngu til atkvæðagreiðslu, þess að geta samþykkt þess að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.